Ég honum svo ótrúlega þakklátt. Hann búinn að gera svo mikið fyrir mig og fjölskylduna mína. Hann búinn að hjálpa systkinum mínum og mér. Hann eini karlmaðurinn sem hefur séð mig eins og ég sem hefur hlustað á mig, skilið mig og ekki bara séð mig sem konu. Tekið mark á mér. Mér þykir svo vænt hann. Það eitthvað við hann og ég veit ekki hvort hann bara venjulegur maður eða hvort hann það sem hann segist vera. Stundum langar mig til að hann sé bara venjulegur maður. En samt ekki. Veit það ekki. Mér langar til að sýna honum hvað mér þykir vænt hvað ég elska hann mikið. Og ég ætla að gefa honum það dýrmætasta sem ég á. Það allra dýrmætasta. Mér alveg sama hvað fólk segir, ég ætla að gefa honum. Það eru nokkrar setningar í Guðspjöllunum sem eru óþolandi. Það eru setningar sem passa ekkert inn. Þær passa ekki við allan annan boðskap Jesú. Mér langar til að stroka þeir út eða rífa blöðin í burtu eða þá það væri gott að fá skýringar á þeim. Það væru neðamálsgreinar þar sem stendur af hverju Jesús látinn segja þetta hér. Það hefur verið yfir 2000 ár síðan. Við erum kannski ekki með alveg sama reynsluheim og fólkið sem hlustaði þá. Eða þetta var skrifað fyrir. Og ein af þessum setningum þegar Jesús segir fátæka hafið þið alltaf hjá okkur, þannig þið þurfið ekkert að vera að hjálpa þeim. Þið getið bara hjálpa Guði, það alveg nóg. Þetta er svo pólitískt rangt. Þetta passar ekki við annan boðskap Jesú. Þegar hann segir að við eigum að elska náungan og gefa vegum okkar, hrósar ekkjunni sem gefur síðasta eyrinn sinn, við eigum að losa okkur við of miklar eignir og gefa til fátækra. En það ekkert að segja að þetta bara einu Guðspjallinu, þetta varla mig, því þetta í öllum fjórum. Þetta svolítið mismunandi eftir því hvaða Guðspjalli þetta til dæmis í Guðspjallum sem ég las hér áðan, þá konan nafnlaus. Í Jóhannesa Guðspjalli, þá þetta María, systir Mörtu og Lasarusar sem Jesús reisti upp frá dauðum. Þessi frásögn talin það mikilvæg að hún var til dæmis með í Jesus Christ Superstar. Þar sungið þennan atburð. Hugsaðu helst ekki, láttu
því að þessi setning með. Tillögur. Fátæka höfum við alltaf með okkur vegna þess að það eru alltaf einhverjum sem kemur það vel að hluti fólksins sé fátækt. Það önnur skýring gæti verið að hún var að gefa þessa gjöf Guði. Það miklu dýrmætara en að gefa fátækum. Kannski hún þá líka að gefa fátækum á annan hátt. Getur verið að ástæðan sé sú að Jesús hafi verið að vitna í lögbók gyðinga í Gamla testamentinu, þar sem stendur einmitt að fátæka munu þér alltaf hafa með ykkur. Það vantaði bara seinni hlutan á setningunni sem og einmitt þess vegna eigið þið að gefa með ykkur til fátækra. Getur verið að Jesús hafi vitað að þessi sem að mótmæltu svona harkalega, þeir eru kannski sjálfir ekkert endilega gefið þetta til fátækra. Getur verið að hann hafi fundið og séð að einhver hluti hans bestu vina sem voru þarna viðstaddir og mótmæltu harkalega hafi verið fullir af öfund yfir því að hún var að gefa meira en þeir sjálfir gerðu eða gátu. Getur verið að hann hafi bara verið að styðja konuna þarna gegn karlaveldinu þar sem hún fekk ekki að koma inn og gera það sem hún vildi, hún var ekki velkomin. Það allavega engin tilviljun að þessi frásögn með og þessi setning. Kannski skýringin svo að allir guðspjallamennirnir velja að hafa þessa frásögn með, að það verið að vísa á táknrænan hátt til þess sem koma skal, að Jesús muni deyja. Það þarf að smyrja hann fyrir dauðan, hún gerir það. Út frá því sem að við höfum séð og heyrt og upplifað hér í dag, langar mig til að við íhugum tvennt. Að við íhugum þetta út frá ást og út frá hugrekki. Út frá konunni sem að fannst hún ekki vera að sóa neinu. Þegar hún gaf þeim sem hún elskaði mest og var þakklátust af öllum, það besta sem hún átti. Hún leit ekki á það sem eyðslusemi. Út frá konunni sem að sýndi það hugrekki að ganga fram á þennan stað, þar sem hún var ekkert sérstaklega velkomin, og gera það sem hún þurfti að gera. Spurning dagsins hvað getum við gert? Hvað getum við gert til þess að styrkja Guðs ríki, til þess að gera heiminn svolítið betri, til þess að útrýma fátækt og bæta við meiri elsku í þennan heim? Hvað getur þú gert? Hvað get ég gert? Konan sem að gerði þetta, hún fór og gekk að borðinu þar sem einungis karlmenn sátu. Hún braut hefðir og siði og hún hafði kjark. Hún hafði kjark til þess að fara gegn ríkjandi viðhorfum og gera það sem hún þurfti að gera. Hún fór og tók vald yfir eigin lífi og lét engan segja sér hvað hún ætti að gera. Svolítið eins og íslenskar konur sem að völdu að sýna á sig brjóstin í síðustu viku, þið vitið. Hvaða skoðun sem við höfum á því, þá gerðu þær það vegna þess að þær vildu ná valdi yfir eigin líkama sem allt og oft hlutgerður af karlaveldinu. Hvað þú velur að gera, þú velur það. Hvað ég vil að gera,
það ákveð ég. En gerum eitthvað. Verum hugrökk og gerum eitthvað. Ég held nefnilega að þegar við ræktum Guðs ríki, þegar við gefum af okkur, af kærleika okkar og ást til heimsins, þegar við erum hugrökk og þorum að gera það sem við vitum að er rétt, þá erum við að hjálpa fátækt af öllum toga á miklu áhrifameiri og mikilvægari hátt en með því að gefa einstaka ölmusu. Amen.